Já, hæ. Nú ætla ég að gera spá fyrir ykkur. Og þetta verður svona, hvað blessun, eða hvað er að koma til ykkar á næstunni. Og ég var að hugsa svona næstu 3 mánuðir, eitthvað svoleiðis. Hvað hefur Univers svona, já, er Univers að koma með til ykkar? Hvað er blessun og hvað er svona óvænt að koma inn? Hvað ég vona eitthvað gott, sko. Allavega, þið hafið 3 punkta að velja. Sjáum bara hvað kemur í spilunum. Og fyrsti er hérna þessi. Og það stendur á honum Valentine's. Og þessi er Holidays, nummer 2. Og Holiday. Og þessi er líka Holiday. Þessi Valentine's, ég átti bara 2 Holiday, svo hérna allavega þið fáið að velja nummer 1, 2 eða 3. Og svo ætla ég að nota 1 spil úr þessu hérna. Þetta er Angel Gods and Goddesses. Sjá hvað þið fáið það líka. En ég ætla að byrja þá á bunka 1. Svo, já, ég er með hérna bara Forest Breath, Relaxing Bamboo Flute Music. Smá svona flaututónlist fyrir okkur. Svo getum við slakað aðeins á svona pínu fyrir jólin. Já, ég ætla þá að byrja á bunka 1. Hvað er Univers Beings, englarnir segja bunka 1. Hjálpa mér að gæta og segja ykkur það sem þið þurfum að heyra. Hvað er það sem að bunki 1 þarf að heyra? God of indulgence. It's all right. Stop beating yourself up. A little indulgence and balance is healthy. Það er svona á mér í gleru. Já. Svona basically bara vera að segja að það er alltaf lagi að leyfa sér eitthvað svona smá eitthvað og greinlega hérna bunki 1 þá hefur kannski verið að neita sjálfur svolítið eitthvað svona margt, sko. Og það verður svona basically svona að gera allt í hófi en leyfa sér að gera hlutina. Vera svolítið svona að taka þátt og kannski verður það og þú ert kannski farin að opna það svolítið meira svona að gera eitthvað ekki skandal bara svona að leyfa sér aðeins sko sleppa byrslunni og svolítið þannig. Þú hefur kannski verið svolítið hörð eða harður á sjálfu þér bara svona ómikið kannski að hérna já í ykkur vinnu eða í ykkur verkefnum og eitthvað svona og ekki gefið neitt tíma og það er bara svona eins og Univers er að segja að það er bara kominn tími og það er kannski það bara á næstunni sem að þeir eftir svona að sjá okkar á því. Það er svona að vera breytingar og svona meira skemmtun.
það bara alveg góða leið. En já, bara það sé í balans, það bara jafnvægi. Halda alltaf jafnvæginu, sko. Ekki gera of mikið á einhverju. Hvort sem vinna eða eitthvað annað. En ég ætla að fá englanúmer hérna fyrir ykkur. Fyrir bunga 1. Þið fáið hérna 65, það englanúmer ykkar. Gæti verið ykkur 65 ára eða 56. Gæti ykkur átt afmæli 5. júní eða eitthvað svoleiðis. Eða 7. maí. En englanúmer ykkar 65. Og mér finnst líka eins og að það eitthvað svona í kringu hjá okkur sem að eitthvað finnst vera svona tempting, eitthvað svona laus. Og svona, já, eitthvað langar að fara svona, taka skarið, gera eitthvað meira. En þið fenguð hérna Valentine's og það Hadéon. Það eins og ég fann líka þetta áðan, það eins og, það ykkur hérna með radar á okkur ef það ekki þið. Það svona, geti verið að þið eru svolítið svona að trakka til ykkar svona, já, biðla eða eitthvað svona, sem vilja gera eitthvað með þér og eitthvað svoleiðis. Og mér sýnist sko, Valentínsdagurinn í febrúar. Þetta ykkur afmæli í febrúar eða eitthvað svoleiðis sko. En svona, já, þið verðið svolítið svona bara svolítið að velja úr sko, svolítið hérna fram að febrúar eða eitthvað svoleiðis, hvað vil ég stefna, hvað vil ég gera. Og það eitthvað svona óvandi planningu svona í febrúar. Sem að þið geta átt von á. Sem eftir að gleðja ykkur rosalega mikið. En mér finnst þetta að vera svona eins og hérna, eins og þið svona, eins og hálfgerð svona glóabunki spil, það svona eins og ykkar tími sko, og þeir eru svona farin að kannski að hafa meira gaman á næstunni og eru kannski að gera svona meira svona að fara í klippingu eða gera eitthvað svona meira fyrir ykkur. Gæti ykkur verið með stafina H-A-D-E-O-N. Gæti verið eitthvað sem að það tengist við. Svo hérna 16. júní líka og 4. apríl eða 4. nóvember. En það svona meira í þessu bunka svona meira að þið eru að svona taka að hafa meira gaman á næstunni og það svona hálfgerð blessun. Þið eru svona að lifna við og eitthvað svoleiðis sko. Svo kemur hérna krabbinn. Full moon in Cancer. A personal issue reaches resolution. Það segir mér bara að sko, ef þið hafa verið í ykkur svona í basli með ykkur mannesku, eða það hefur ekkert verið að ganga kannski samskipti, engin samskipti kannski og það svona þessi breyting, það getur verið eitthvað komið inn og okkur opnið sig kannski sem hefur verið lokað
og það getur verið eitthvað svona þessi breyting. Og svo fenguðu Merlin, Magic hérna. Og það bara, ég nú svolítið að lesa eins og þið séu single, en það þarf ekki endilega að vera eitthvað svoleiðis sko, en það er hérna eitthvað manneskja sem vill gera hlutina með þér og getur verið kannski að þú sért í sambandi og þetta sé bara maki en eitthvað svoleiðis sko. En það er eins og þetta er svona hefur verið svona enginn að tala saman og eitthvað svoleiðis sko. Og það er svona annar aðilinn hefur verið svona meira að gefa svona tilfinningulega en hinn manneskjan sko ekki. En þessi manneskja hefur alveg tilfinningar til þín og allt svoleiðis sko, en það er eins og að sé svona ekki verið að gefa nógu mikið af sér og það er bara stutt í að þessi manneskja fyrir að hafa samband við þig. Og það er svona meira að vera að horfa á, meira svona að vera að spá og spekulera og það er svona, annar aðilinn er svona meira hrifinn af hinum aðilunum eitthvað svoleiðis sko. Og þetta er eitthvað samt við samskipti og svona, og það er eins og já, þið hafið greinilega sko, það eru svona sterkt tengsl á milli og það getur verið eitthvað svona sem að þið eru tengd við. Eða svona fjölskylda eða eitthvað svoleiðis sko. Sé þetta manneskju með ljóst hár og svo er kannski hinn aðilinn með meira svona grátt. En það er eitthvað svona efi og það hefur verið, kannski eitthvað verið svona eitthvað laumuspil og eitthvað svona í gangi. En það er þú ert eftir að svona fljótlega að svona yfirkoma þetta vesen. Og Faith hérna. Þetta getur verið eitthvað ólítur og getur verið náttúrulega bara líka að það er nýtt verkefni, eitthvað nýtt starf eða eitthvað nýtt námskeið eða eitthvað nýtt sem að þú ert komin í. Eða ert að plana, af því að ólíkt er oft svona, það er að skapa eitthvað, búa eitthvað til og það er bara svona eitthvað samt kannski 31. eða eitthvað, ég veit ekki alveg hvenær vormum hún er, en það er bara svona, að hafa bara Faith, bara halda áfram það sem þú ert að gera. Þessi hluti sem hafa búin að vera að ganga gegnum eru bara að leysast núna bara á næstunni sko. Og þú ert að koma á betri stað bara líka tilfinningalega sér sko. Og það gæti verið einn Valentínus eða Valentína bara á leiðinni sem eru single. Og svona treysta þetta sé að koma inn. Og svo fengu Uriel Friendship. Og það er bara eins og ég sagði áðan, þá ertu að trakka að þér, að þú ert að komast á stað svona tilfinningulega sér. Og meira jafnvægi. Þú ert að trakka þá til þín sko alls konar, að fólk vilji vera til staðar og vilji gera hlutina með þér og eitthvað svoleiðis sko. Og það er hérna samband, vinskapur. Og Uriel er líka svolítið sko samt við peninga og svona. Og ég held að þið sé að trakka inn sko svo góða hluti og svona peningalega sé líka og það getur verið kannski annar aðilinn sé kannski
með meira, en það svona, þið svona að drakka góða liti til ykkar og þetta svona, svona tilfinningalega séð, sko, þá þið eftir að verða í svo miklu góðu jafnvægi og svo miklu betri stað, bara á öllu leyti. Og hlutinni fara að ganga mikið betur og peningaliðinu eftir að svo lagast og það vinskapur. Mér finnst það bara eins og þessi komið og ef þið eru í sambandi þá það bara svolítið þannig að það þið eru að fara að gera hluti saman og það getur verið það svona eitthvað svona samtöðu utanlandsferð, eitthvað samtöðu sjóinn eða eitthvað fleiri, sko. Að þessi var að fara eitthvað. Svo fenguðu þið þetta spil. Og þarna stendur wash away your troubles with some bubbles. Og það gæti verið, sko, þið eru svona búin að vera að ganga í gegnum eitthvað svona tilfinningapakka og eitthvað undanfarna mánuði kannski. Þið getið svona, þetta minnir mig svolítið á svona spiritual bath. Að taka smá tíma fyrir sjálfa sig og fara í spa kannski. Eða sund eða eitthvað, þetta eitthvað svona svoleiðis að gangi og taka, það eftir að taka þetta neikvæðna í burtu og með þegar þið að trýta sér sjálfan einhver. Og mér finnst það getur verið svona spa með einhverju manneskju. Það eru tvö saman hérna. Saman í þessu og þetta eitthvað svona sem eftir að leiða að svo miklu betra. Það svona alveg, það er bubbles og í bubblunum bara alls konar sem að koma til ykkar, sko. Getur verið ykkur 37 ára og það bara svona næstunni verður svona bara minna drama og minna svona, togstreita af öðru fólki og eitthvað svona. Þið getur svona að fara að hafa bara meira gaman, sko. Já, það verður svolítið svona, þess að sjá hérna, það svona að ljúka þessu kafla, þetta svona tilfinningapakka sem þú ert búin að vera kannski í. Og þetta svona meira svona skemmtun, meira að hafa gaman, fara í spa, gera eitthvað dekur, fara í klippingu eða eitthvað svona á næstunni. Og svo svona ég fann líka þá svona Úriel hérna hjá okkur líka engillinn og hún að koma með svona meira svona stöðuleika og peninga inn til ykkar líka. Herjá, svo ætla ég að fá okkar meira hérna líka. Og með 19. Hvað það pæla one þarf að pæla eitt þarf að heyra og þarf að vita. Og svo fann ég líka að það eins og að það ekki, sko, flutningar í gangi en það svona að gera eitthvað breytingar inn á heimilinu líka, sko, og þá getur verið líka að þið séu að fara að gera breytingar og svona eru kannski að koma nýjum stað eða eitthvað, eru komin á nýjan stað, kannski í vinnu eða eitthvað og það svona þessar breytingar sem eftir að gera gott hjá okkur.
Það getur verið líka eitthvað sem að hugsa að fara að mála eða gera eitthvað svona, eitthvað svoleiðis. En hvað meira fyrir Chiron? Growth. Já. Og þau fengu hérna líka tré og rót eða eitthvað svoleiðis sko. Og það bara svona, þetta eitthvað sem þau búin að vera að bíða eftir, einhverja breytingum eða eitthvað svoleiðis sem það eitthvað samt við, já. Já, það getur verið flutningar eða eitthvað svona og þeir eru svona sátt á þessu stað sem þeir eru núna og getur verið bara vinnubreyting líka og þetta eitthvað sem eitthvað sem þeir eru búin að vera að bíða eftir og það getur verið líka síðan þetta klukku líka sko. Þeir eru búin að vera að bíða eftir að eitthvað myndi ganga upp og það eftir að ganga upp. En já, við skulum fá eitthvað meira hérna. Þið fáið growth og það growth bara svolítið eitthvað svona expensa. Hlutirnir eftir að vera svona mikið meira að vera og meira að koma inn til ykkar og það getur verið peningar og eitthvað svona, það bara svona það svona svoleiðis í gangi hjá okkur. Það meira fyrir bunga 1. Þetta sjá ég að vita. Já, ég þarf bara að vita þessu. Já, ég kannski les bara líka þetta á friendship þessu hérna. Já, þau eru afsakað ef ég er búin að vera eitthvað svona fram og tilbaka. Það svona, já, ég er ekki alveg búin að sjá hvað að koma sérstaklega inn til ykkar. Það bara svo mikill svona expansion, bara af öll sviðum. Og það eitthvað eitt sem svona guarantee. Og ég ætla að finna Uriel. Og hérna friendship. Our relationship signify part of the deeper fabric of our lives as they unfold through our life growth. Þetta kemur svo growth aftur. Uriel wishes you to know that the rapport you have with some of your friends is changing at this time in order to reflect the change in inner core process that are evolving within you. These changes are very natural and Uriel asks you to surrender all feelings to the notion of your companionship offering by this exclusive angel. Indeed, the 12th angel of Atlantis will watch over you and your relationship and will help you, all of you, to make easy love-filled transition. At the same time, be ready to receive new friendship that mirror that many interest blossoming through your creative outpouring. To help with this unfolding, chant Ho through the second chakra and your relationship soon will be healed by angelic elixirs. Ég ætla bara að pósta þessu á síðunni og getið lesið þetta betur. Og hérna, já, það bara, þetta svona,
þetta svolítið svona að breytast líka bara innan hjá þér líka og fólki í kringu hjá þér líka sko. Það kannski verið búin að vera eitthvað svona, ef þú ert með í sambandi þá getur verið, þú veist, eitthvað svona ekki alveg búið að vera eins og það á að vera kringum það. Já. Hvað er þetta meira? Ná, þess að slaka á. Meira fyrir pile 1. Já. Ef þið eru búin að vera að bíða eftir einhverju svona fréttum eða eitthvað svona, eitthvað myndi lagast eitthvað, gæti það að varða líka samt við eitthvað barn eða eitthvað svoleiðis sko. En já, það er allavega eitthvað sem að kemur svona óvænt og það eru fréttir. Getur verið búin að vera í eitthvað svona bréfaskriftum eða eitthvað svona við eitthvað mannesku eða eitthvað svona, getur verið stofnun eða eitthvað svoleiðis sko. Og þeir eru búin að vera að bíða eftir eitthvað svari. En það er eftir að sjá svona breytingar og svona fljótlega með það sko. Að það kemur inn það sem er búin að vera að bíða eftir og þetta sko verði góða fréttir. Og þetta kemur inn bara þegar þið svona búist ekkert alveg við þið eru búin að gefa upp vonina með eitthvað, þú veist og gæti verið líka bara manneskja eða þið eitthvað manneskja hafa samband við ykkur eða eitthvað slags og þetta gæti verið bara eitthvað tengt fjölskylduna eða eitthvað slags sko, þú veist, eða eitthvað slags. Þetta kemur þegar þið bara svona búist ekki við því. Hvað meira fyrir pile 1? Verður að sjá þér að vita hvað blessun er að koma inn til þeirra. Já, hafi kannski verið svolítið að vera að reflekta svona á svona hausnum eitthvað. Það getur verið þessi tilfinningapakki sem eru búin að vera sem er að losa okkur við. Og það er svolítið þessi svik og prettir af öðru fólki bara í kringu hjá okkur sem að þið hafi svona sett traust á og eitthvað svoleiðis sko og þetta var nú bara svolítið svona kannski eitthvað svona sem þið bjuggust ekki við eða eitthvað svoleiðis sko og það er eins og að núna sko eru þið svona að losa okkur úr þessu og þeir getur svona að fara að fara að setja svona boundaries og standa svolítið með sjálfum ykkur.
Já, það eins og bara ekkert, þeir eru búin að ganga kannski í gegnum svo margt þannig og sjá svo margt að þeir svona, ekkert að leipa einhverju svona rugli inn, einhverju, og þess vegna kom þetta Les Dramas, eitthvað, og þau vilja bara svona loka þessu kafla, og það það sem að koma inn, og þeir eru svona búin að setja þessi intention og svona, og búin að ákveða þetta, og það það sem að eftir það að koma þessar blessanir, eftir að það gerir það. Kannski við að losa okkur fólk sem hafa ekki verið að gera okkur gott, kannski. Þetta svona að vera eins og, já, bæði kjaftagangur og svo svona ykkur ein manneskja svona bara tekið þátt í þessu eða eitthvað fleiri, sko, og þeir svona, já, ein eða kannski fleiri, en svona ég sé ein standaðin upp úr, sko, eða einn. Það svona, þetta allan eitthvað svona þegar ég hafi ekki trúað upp á þessa manneskju. Hvað meira, hvað blessun að koma inn, og þetta náttúrulega hálfgerð blessun að vera laus úr þessu. Og svo segir new chapters of your life is around the corner, remove fear and embrace the unknown. Og það bara svona það bara svona nýr kafli að koma inn, og þið þurfa svona að losa þessa hræðslu og þessa neikvæðni sem að hefur haldið ykkur svolítið föstum, fastri eða hvernig sem það af því að það eitthvað að koma inn, og það eins og ég segi, það eitthvað svona í febrúar kannski, og svona stíghækkandi. Já, mér finnst eins og, sko, næstum en gæti alveg gott vona því að einhver vilja koma inn aftur sem að í raun og veru, sko, var ekkert alveg að gera gott, og þið þurfa að taka svona einhverja ákvörðun og hvort þið viljið taka þessa manneskju inn aftur eða eitthvað fleiri, sko. Af því að það hefur verið gert of mikið kannski eða eitthvað fleiri, sko. Það er greinilega hafið haft mikla tilfinningar til þessa manneskju, sko. En ég myndi segja næstu 7 mánuði, sko, hlutinni bara, svona, það eitthvað samt við material things, peningliðin, bara svona, það ekki endilega að vera, sko, þessi, sko, að fá eitthvað svaka pening, en þið eru bara svo, það alltaf að koma að smella saman. Þetta sem þeir eru búin að vera að vinna að, og lúsa úr og eitthvað svoleiðis, sko. Hvað meira fyrir pile 1? Þá fáum við Magician aftur. Hvað eiga þau að vona blessunum fyrir pile 1? Já. Þið getið séð þetta gæti verið þessi að manifesta sambandinn, ef það ekki sambandi þá þetta bara, já, þeir eru manifesta sambandi inn, þið sjáu Ten of Cups, það eiginlega besta svona tilfinningar að sé best í spilunum. Já, þetta allavega þessi uppleið sem að koma inn.
Já, segi mig þá, ég veit, er ekki bara eitthvað samband, eða þið er ekki í samband eða eitthvað svolítið, sko. Og þetta gæti verið að manneskja vilji, fara með þetta meira heldur en var. Og það er svona, já. Og sumir geta verið bara líka flutningar sem að koma og mér finnst eitthvað samt yfir maí. Ekki hjá öllum. Þetta er allan eitthvað sem getur verið að fagna í maí, einhverja svona breytingar, svona hreyfingu sem kemur inn í maí. En já, það er eins og þegar þau hefur þurft að labba í burtu frá ykkur sem var ekki að gera eitthvað gott fyrir ykkur og þið svona áframhaldið þið bara svona á svona toppinn á gæfihjólinu og þetta er eitthvað sem þið getið fagnað og þetta gæti náttúrulega verið líka sko svona hálfgert eins og miracle eða getur verið þetta er svona góð breyting sem kemur inn í okkur sem að getur verið bara varða peningum eða já, þetta getur alveg verið að peninga. Getur verið kannski eins og bara svona hálfgert eins og arfur eða eitthvað, það er eitthvað sem kemur inn svona þannig. Já, ég er hérna að fá okkur stjörnumerki hérna líka hjá okkur. En næstu mánuðinu verði svolítið, það getur verið sko að þau eru ekki búin að losa okkur úr einhverju sem að einhverju tilfinningapakka þá er það þeir eru að klára eitthvað svona kafla. Það getur verið bara árið 2025 og 2026 verður svolítið meira svona þannig að þið getið svona já, bara verið þið sjálf áttir einhvern veginn og verið að fagna og hafa gaman. Fiskurinn Pisces hann vildi bara skoppa sér út. Það er hérna tvíburi og nautið. Samt 10. Það er meira. Þetta er ljónið hérna líka. Sportryggi og vogin og það einhvern og vaspiri. Aukasamt við 12. En já, ég ætla að láta þetta duga fyrir ykkur pæl 1. Það var nú kannski, ég er alltaf svo jákvæð sko, ég var að byrja að spá og þá var ég búin að ákveða að ég ætla að hafa þetta allt bara rosa gott jolly, en hún náttúrulega er þetta ekki bara alltaf, við erum náttúrulega alltaf þannig, þó hún vilji það sko. En já, það er allavega maður segja að þið farið í 2026 verður mikla, það verður ykkar ár
skal ég segja ykkur það. Bye. Já, hæ. Þessu veldi bunga 2. Það var hérna. Ég skal byrja að fá úr orgelspilunum hérna fyrir ykkur. Já, ég held að... Já, fá hérna eitt úr þessu. Fyrir bunga 2. Byrjum á því. Svona aðeins að setjum þetta á stað. Fyrir bunga 2 hvað þurfum við að vita, að sjá og heyra hvaða blessun að koma inn hjá þeim. Angel of Space Clearing. It's time to clear old negative thoughts and feelings. Mér finnst eins og hérna að það sko, það þarf ekki endilega að vera addiction eða eitthvað svona fíkn eða gangi eitthvað svoleiðis. Það eins og að mér finnst eins og þið séu búin að vera svolítið að taka ykkur svolítið í gegn sko. Það gæti verið bara svona, já, búin að vera að ganga í gegnum einhverjum svona erfiðleika sem hefur tekið á okkur svona andlega og líkamlega. Og þetta gæti líka verið eitthvað sátti við eitthvað svona fíkn sem búin að vera í kringu hjá okkur. Og fíkn getur við náttúrulega verið á svo margan hátt sko, og svona, já, svona slæmi hluti sem að, er ekki að gera gott fyrir ykkur. Og það er svona, á næstunni er þau svolítið svona að koma okkur út úr þessu svona þessum neikvæðum hugsunum og tilfinningum sem að þeir eru svona er að fara að sjá svona aðra hluti. Það er svona að koma svona betra inn til ykkar og það er að koma inn, skal ég segja ykkur. Og það er bara eins og þið þurft að það gæti verið bara varða ykkur sjálf að ykkur finnist eitthvað og alltaf vera á afturfótunum hjá okkur og ekkert vera að ganga á einhver leið sko, og það er svona kannski árið hefur verið svolítið svona challenging á margan hátt sko. En í raun og veru hefur þetta svolítið verið að gera ykkur sterkari svolítið upp í staðið af því að þið að fara inn í 2026 er svolítið bara svona sem Universe er svona að koma með til ykkar svolítið. Og það er svolítið, já, eins og mér fannst líka þá er eins og að þeir eru búin að vera að bíða, hlutin hafa ekkert verið að gerast, enginn að hringja, engin skilaboð í símanum og svona, já, og bíða eftir að kannski einhver svari, einhver útkomu og svona, og það er svona eins og, bara, já, ég er bara orðin þreytt eða ég er orðin þreyttur á þessu, bara, hún er 500 yfir, skilurðu, ég átti að fá að vita svari núna. Bara, ég vil bara klára þetta, það er svolítið svona þessu óþolinmæði, sko. En já, en það er allavega að koma inn svona close deal eitthvað, bara, það er eitthvað svona að vera að loka, svona þetta trefla á sig hérna, bara, good to go. Og það er svolítið svona bara fljótlega sko, þannig að svona hlutin bara eftir að þið er kannski búin að heyra einhverja útkomu eða eitthvað að svona fyrir þetta að ganga svolítið betur. Gæti verið eitthvað samt 14. mars kannski, tengt því. Gæti eitthvað verið fæddur 1974. Og það er eins og, já, bara, þetta er svona, þetta er bara eins og bara tímabil sem að voru að ganga í gegnum og það er bara,
þessi hluti bara búinn og það bara að koma svolítið eitthvað svona sem að býða ykkur handa við hornið. Og það svolítið kannski líka eitthvað varðandi eitthvað þegar að velja og það getur verið val með samband eitthvað líka og þeir eru svona að horfa hvað þeir vilja gera. Gæti verið líka eitthvað samt við skoðun svona, og þau þurfa svolítið að skoða hlutina svolítið og sjá hlutina aðeins betur í ljósi, kannski skoða eitthvað samt við samninga eða eitthvað. Og já, allavega sko með framhaldi sko og mér finnst þetta eins og eitthvað samt við 2 mánuði kannski eitthvað sko. Búin að vera gangi gegnum eitthvað sem kannski samt við 7 mánuði eða eitthvað sko. En það sko, bara eitthvað tími að koma núna sko. Já, það fá englánum fyrir ykkur. Fyrir pæltöðu hvað sem sjá að vita. Þið fáið 41 Getur verið eitthvað 41 sens og eitthvað samt við 4. janúar eða 1. apríl. En þetta líka tákn breytinga sem við vonum. En englanúmerið ykkar 41. Já, svo fengum við þetta spil. A new romantic cycle begins, Newman Libra. Og það vogin. Og mér fannst eins og það eins og Justice. Það eins og það raun og veru eitthvað sem að koma inn sem eftir að ef það ekki nýtt samband, ef það kannski verið í sambandi þá þetta bara verður meira svona jafnvægi svona samt við sambandið og það svona eitthvað svona nýtt að koma inn. Það eins og kom inn Twist og Justice eitthvað svona réttlæti. Og það getur verið kannski eitthvað við viljum svona líka biðjast fyrirgefningar eða eitthvað fleiri sko. En annars þetta bara eins og nýtt bara samband kannski að koma inn sko. Og það það sem þú sérð ekki. Ég segi það alltaf þegar þetta svarta þá þetta bara svona hulið. Það ekki alveg komið inn kannski. Two of Cups. Þarna parið náttúrulega saman og þetta getur verið bara nýtt samband sko. Eða þá sætti. Eitthvað sem vil koma inn aftur. Gæti að verið svolítið eitthvað svona ef þetta verður nýtt samband þá þetta verður þetta svolítið þannig að það svona, getur verið svolítið smá dramatík svona til að byrja með. Eða svona, já. Og gæti verið hjá hinum aðilum að það sé meira svona wishy-washy kannski. En já, allavega þá þetta eitthvað sem kemur inn snögglega og eitthvað sem vill bara ekki á kannski bara biðjast afsökunar eða eitthvað fleiri sko. Það gæti verið eitthvað fleiri sko.
Það er alltaf sætt í hérna. Nourishment. Já. Gæti verið að næstunum verður svolítið taka til samt við matræði. Og það fyrir eftir að finna svona svolítið mun á eitthvað svolítið þannig og það getur verið kannski líka eitthvað sé svona, já, að grennast mikið eða eitthvað svolítið sko, eða svona, það er allan eitthvað svona að samt við matræði og gæti verið eitthvað sé líka að fá sér nýtt dýr eða eitthvað sko. Ég veit ekki á hverju mér fannst það sko. Svo fengu ég hérna líka Serenity. Þetta minnir mig á bara, getur verið eins og Washington eða eitthvað svona, eitthvað í Ameríkunni. Gæti verið að þessi manneskja búið kannski úti eða eitthvað slíkt sko. Eitthvað samt í það. Gæti verið eitthvað svona tengt kannski eitthvað svona trú eða eitthvað slíkt sko. Já, einhverjum. En já, svo fenguð þið þetta hérna spil. Angel. Og sko árið, já, einhverju næstunni, þetta er náttúrulega bara eins og meira næstu 3 mánuðir en eitthvað slúið sirka. Og þetta gæti verið sko, ef þið eru búin að vera eitthvað svona down, búin að vera svona ganga gegnum svona erfiðleika svona tilfinningalega og eitthvað svona veikindi eða svona eitthvað pakka og þá og sjáu þið hérna, þetta er svona, þetta er eitthvað sem að þið þurftu að losa og gera eitthvað breytingar bara sjálfum ykkur. Og þetta var svolítið bara svona, þetta er svolítið bara svona til að ýta undir eitthvað hérna. Og það er engill hérna sko. Getur verið eitthvað manneskja sem þið þekkið, eitthvað sem verður eitthvað til staðar. Og eitthvað svolítið við að syngja og svona, og það er pálmatré hérna og þetta ár verður svolítið, já, ykkar ár. Það var svona bunkað eitt. Það bara gæti verið eitthvað fæddur líka hérna 2004. En það er eitthvað samt við söng, tónlist og eitthvað svona og Saturn Return. Já, þetta er svona, þetta er alveg definitely bara ykkar ár. Og það er svona eins og chaos og svona, einu stundina er eitthvað gott og svo einu stundina ekki. Búið að vera eitthvað svona fram og tilbaka. En það er svona þið verðið svona, fegin að vera laus úr eitthvað svona. Bring it to me. En já, þið er eftir að gista svolítið mikið svona og er eftir að fara upp úr þessu leiða og já, þetta er svolítið svona innri vanlíðan sko. 99 er svolítið að losa úr karma. Það er eitthvað svolítið samt við það. Það er búið að vera challenge ár sko. Svo kemur hérna 626 og 26 2026 sem er bara næsta ár. Getur ykkur átt afmæli 27. febrúar
En já, það eins og þið sé eftir bara svona fá röddin okkur aftur og svona verið svona meira opin og svona, já, það svona, já, eftir svona geisla af ykkur eitthvað. Það eitthvað varðandi líka, kannski getur verið eitthvað sem að koma til ykkar, sem búin að vera langt í burtu, eða þá þið að fara eitthvað svona hitting. Það svona, og eitthvað svona sammenning svona að koma inn, myndi ég segja. Hvort það sé sammenning á ástvini eða eitthvað svona sem þið búin að vera bíða eftir. Getur verið eitthvað svoleiðis. Já, þetta fá eitthvað meira hérna. Já, það getur verið eitthvað sem með stafinn M, A, N, N og svo usunli í stafinn sínum. Og það eitthvað svona done deal sem að koma bara í desember, janúar. Sem að, já, svona, þið fáið svona svar við eða svona það sem við búin að vera að bíða eftir. Og það bara svona, já, verður svolítið mikið léttir. Hvað meira fyrir pæl 2, hvað sem við sjá hér og vita. Tröst, já. Já, þið hafið kannski verið efist með eitthvað, þetta myndi bara eitthvað ganga upp eða eitthvað hluti, sko. Og þið kannski þurft að svona, já, verið svolítið vantrausti með eitthvað hérna, en það eitthvað hérna að koma inn, sko. Og þið kannski að plana eitthvað varðandi það. Og mér finnst þetta eins og að sé eitthvað 2 mannskjur. Og þetta gæti verið líka bara kannski barn eða eitthvað sem er í kringum hjá okkur eða börn, kannski líka. Og þetta eggmúl. Og það bara segir hérna, þú verður bara að treysta þessu. Og þú getur alveg fara að slaka á. Það eitthvað hérna sem býður þín. Og þetta gæti verið líka svona pressa sem er búið að vera á okkur hérna samt við heimilið og eitthvað svona, sko. Gæti verið kannski einhver ólétti hjá okkur líka hjá okkur, en það á ekki við alla. Eitthvað samt 6 mánuði hjá okkur. Það bara svo, hvað þarf hann að vita? Já, ég ætla hann ekki að gera 2 þetta. Já, það mikið 5 hérna. Þið fá 32 og 23. Gæti verið eitthvað í þessum aldri eða eitthvað, en það 5 og 5 tákn breytingar sem geta haft von á. Og þetta svona the last quarter, og þetta bara svona, já, þetta að koma til ykkar. Og þetta eitthvað svona, gratitude, bara, að þau verður bara, eftir að finna hvað gott að vera laus, eitthvað. Mér fannst líka eins og að það ykkur eftir að koma og sem eftir að vera svolítið svona stuðningur hjá okkur og vera til staðar fyrir ykkur. Og þannig að þetta gæti varðað einhverja veikindi eða eitthvað svoleiðis líka. Þetta nú samt eitthvað eins og eldri kona hérna. Gæti verið kannski að vera að kveðja eitthvað líka. Getur eitthvað varðandi eldri konu.
gæti verið, já, kannski móðir eða eitthvað hlið sko. Eða allan einhver eldri konu sem kannski hafi haft ábyrgð á kannski líka þessum eða þá bara að þau hafa áhyggjur af aldrinum. En þið eftir að sjá breytingu á sjálfan ykkur, þú veist, að þið hafi svolítið verið kannski ómikið að horfa fram í tímann, sko. Það ekkert gott, við þurfum svolítið að vera svolítið í núinu, sko, svolítið. Ekki vera föst það sem var og ekki föst það sem við að koma. Þetta vera svolítið bara í núinu og njóta. Það nú kannski svolítið skilaboð hérna. Eitthvað eitt í viðbótina. Þessu. Já, það verður allavega 3 breytingar sem við áttu von á. Og það ein svona sem að þið búist við og eitthvað svona tvennt sem að kemur inn seinna sko. Sem að þetta eiginlega 4 aðeins lengar frá sko. Þetta eru 4 breytingar og svona kannski á næsta ári sko. Það eitthvað svona eyju eða eitthvað slíkt sko. Það getur verið þess að fara að ferðast í einhverja eyju. Við erum náttúrulega á eyju sko. En það þetta einhverja fréttir. Ég að reyna að sjá úr þessu hérna. Það svo þetta sé kirkja líka og gæti verið eins og eitthvað varðandi kannski giftingu eitthvað svona sem að fara í líka. Það eitthvað svona og framhaldi verður svolítið eitthvað svona sameining og eitthvað svona og flutningur í eitthvað svona stærra. Og þetta gæti, sko, þetta svona eitthvað svona framtíðarsýn sem að þú hefur sko haft sko og það bara svona eins og þessi framtíðarsýn svona kemur svona í átt að þetta yfir árið sko. En það allavega þetta ár sem að gæti verið svona samband, koma saman. Getur verið gifting eða eitthvað svona. Hvað meira fyrir... Já, getur verið einhver hérna í Nautney og Steingate og Vogin og sem svona sterkast hérna. Það ekkert endilega við hérna sko. Gæti líka verið Hrípur og Vatnsberi hérna líka. Hvað meira sem að Pæli 2 þarf sjá að vita. Á næstunni sjá að vita. Ég fæ hérna, mér finnst eins og eitthvað samt við stofnun og eitthvað svona,
allan svona góða fréttir eitthvað hérna. Higher-fund svolítið svona samband eða stofnun eða eitthvað, góða fréttir sem kemur á ofan. Og það getur verið bara eitthvað svona góða fréttir sem já, þið eru búin að vera svona díla við og svona bara, já, bara þreytt á eitthvað samt við það. Og svona sjá svona með framhaldi. Peace of Fox svona. Það alveg hérna eitthvað blessun á næstunni svona þeir að klára eitthvað svona veikindakafla kannski eða svona já, getur verið veikindakafli eða eitthvað svona sem hefur draga okkur aftur úr með eitthvað og finnst ekkert geta komist eitthvað áfram eða eitthvað fyrir sko. Gæti verið kannski svona við peningamissir eða eitthvað samt vinnu eða eitthvað svona ekki geta gert hlutina eins mikið áður. Það hefur verið kannski kostnaðar í einhverju en hlutirnir eftir að verða mikið betri þegar þið fáið hérna á næstunni bara svolítið svona getur verið peningar að koma inn hérna. Það einhver hérna getur verið kannski aðstoða ykkur peningarlega séð en það bara svolítið svona og samband getur verið eitthvað fleiri sko. Hvað meira fyrir pæltuða? Já, svona framhaldi verður sko þegar næstu 3 mánuði bara svolítið svona að losa eitthvað svona sem ég var að tala svona þessa leiði hvenær fer þetta að ljúka eða eitthvað fleiri sko og það af því að það sko Universe hefur bara það svo margt að koma inn til eitthvað þið bara sjá það ekki það svona samband og það svona að þið getið fara að horfa með svona gera svona framtíðarplön og eitthvað fleiri sko. Og svo kemur einhver honky-donky hérna til ykkar eitthvað fast samband og ef þið eru í sambandi þá þetta bara að gera plön saman og eitthvað svona já og getur verið líka hjá einhverjum getur þetta verið líka að fara í eitthvað stærra og getur verið stærra húsnæði getur verið hérna eða já eða getur verið bara kannski að flytja inn til ykkar kannski eða öfugt en já, það bara svolítið verður eitthvað svona já, eitthvað finnst eins og eitthvað það bara svo loksins komið að þessu já, ég ætla að fá okkur stjörnumerki Pension, það já, desembermánuður getur verið svona já, ég ætla að fá hérna fleiri stjörnumerki
það hrútur og steingeit, uppistandi janúar kannski, og fiskar og pípari. En já, ég ætla að láta þetta duga. Bye. Já, þessum veldu bunka 3. Þá voru komið þangað rétt af stað. Já, ég ætla að fá hérna eitt orgelspil fyrir ykkur þessu. Úr Angel Gods and Goddesses, orgelspilinu mínu. Eitthvað hérna fyrir ykkur. Hvaða blessun er að koma inn fyrir pæl 3? Sem er þetta pæl 3. Ég hugsaði líka að græta grein að jólatré. Eitthvað er að koma inn sem að þú er búin að vera að bíða eftir kannski. Getur verið eitthvað samskipti eða eitthvað sko. En já. Fá eitt fyrir pæl 3. Angel abundance, a steady flow of abundance is about to manifest. Já, ég var nokkur að segja á grænni grein. Það er eitthvað svona að koma inn. Það gæti verið óvæntur peningur eða eitthvað svoleiðis sko. Eða þá að þetta er sko fyrir betur heldur en við byggumst við og næstu 3 mánuði verður þetta svolítið eitthvað svona betra peningaflæði hjá okkur kannski. Og eitthvað samt fjölskylduna líka, það getur verið, og þeir þurfir ekki að áhyggjur af fjölskyldunni eða það sem er að búin að vera að ganga gegnum eða eitthvað svoleiðis sko, að þú kannski ert búin að vera með allt mikla áhyggjur af fólkinu í kringum þér og svona, og það er bara svona eiginlega bara svolítið skilaboð og þau eru ekkert að hafa áhyggjur. Þau eru allir svona vernduð, þetta er ekkert til þess að hafa áhyggjur yfir. Þau hafa kannski verið núna undanfarið svona mikið að skreyta og svona undirbúa jólin, það er svolítið svona tilhlökkun hjá okkur. Svo er hérna, númer 189. Og það getur verið eitthvað sem getur ykkur átt afmæli 13. september. Eða 9. desember. Eða 4. desember. Það þarf ekki endilega að vera eitthvað afmæli sko. En já, 22. september getur verið líka eitthvað fæddur 1976 líka. En já, ég var að spyrja um einhverja svona blessun sem er komið inn til eitthvað og það er alveg eitthvað svona tvennt, ef ekki þrennt hjá sumum sko.
svona eitthvað breytingar svona næstunni sko. Ekki eitthvað mat sem heitir panini eða eitthvað, það eitthvað sem heitir panini. En já, það hérna, geti ykkur verið með stafinn J-O-H-A-N-N, Jóhann. Sjáum hérna. Og mér langar líka að segja að það eitthvað hérna sem alveg svona tryggt. Áframhaldið hjá okkur svolítið, það svona, ykkur finnst eins og þeir sé bara svona ný byrjun á einhverju skilu, þeir kannski koma nýjan stað eða eitthvað svona, það svona ný byrjun á einhverju, getur verið svona að plana kannski eitthvað langar að fara út eða fara að ferðast eða, það svona þessi movement sem ég finn hérna. Það ykkur líka að hugsa mikið til þín og þetta manneskja sem langar kannski að gera einhverja breytingar, gefa kannski meira af sér, gefa kannski, já, mér finnst eins og vilja svona gefa einhverja svona byrjun eða einhverju. Já, það vatnsbyrjun show the world the real you. Ég held sko á næstunni ertu svolítið bara svolítið, þú ert kannski búin að vera svolítið að byggja þig upp og það svona framhald á því skilurðu að þú ert bara svona gera eitthvað svona skemmtilegt svona sem gerir þig hamingjusama, ég myndi segja það. Og vatnsbyrjun hvað febrúar, janúar, febrúar. Six of Cups. Það getur verið eitthvað sem vill koma aftur og vill sætti og eitthvað hljósa og mér finnst sko að getur verið að annar aðili sé svona meira tilbúnari heldur en hinn eða eitthvað hljósa sko. Getur eitthvað samt við 4 mánuði, 4 ár. Eða 4 vikur. Það allavega einhver sem vill fara alla leið í samband. Ef þið ekki í sambandi þá þetta bara svona eitthvað að gera plön saman og skipuleggja eitthvað og hvernig kannski þið vilja hafa það eða eitthvað fleiri sko. Pleasure. Já, næstunni verðið svolítið bara satt og svona, já, gera eitthvað svona skemmtilegt. Getur verið þeir sem svona opnar að fara út að borða, fara á hótel og eitthvað svona sem að gerir eitthvað svona eitthvað gott, eitthvað svona svoleiðis dæmi sko. Og mér finnst líka eins og þeir bara segja eins og þið svona finnið það eins og það eins og þið séu svona nýju þið að koma núna komin að það sem þið vilja vera og svona og búin að losa eitthvað svona past kannski. Já, það fáið svona Earth Force hérna, það bara svolítið svona eitthvað guarantee peningar alveg og stöðuleiki
og það bara svona, og mér finnst það eins og segja eitthvað tvennt náttúrulega líka. Og fáu svona eitthvað svona, þið fáu svona innsinn eða svona finnið á okkur að það sé eitthvað að koma. Og hlutirnir, þið fenguðu þetta heyrnarspil hérna, hlutirnir eftir að gera rosalega hratt, þið sjáu það er bara, og það er líka félagslífið, getur verið að sé að vinna kannski við eitthvað sem er mikið á fólki eða eitthvað svolítið sko, og það er svona Ohana energy. Getur verið eitthvað 68 líka hérna. 8. júní eða 7. október. Nei, já, kannski 7. október. 7. ágúst. Getur eitthvað verið kannski eitthvað plan með það eitthvað. Og eitthvað samt við Ítalíu. Getur verið eitthvað, kannski eitthvað plan með að fara þangað kannski. Eða eitthvað í kring hjá okkur. En allavega 2026 byrjunum verður úrslega hraða breytingar, eða svo mikið að vera, kannski ekki hraða breytingar, bara mikið að vera. Þið þurfa að vera svona mörgum stöðum, mikið að pæla og framkvæma kannski, skipuleggja og eitthvað svona. Og já, og þið finnst kannski stundum að þið hafi ekki tíma, en það er alveg, það er alveg ótrúlega hvað maður gemst í gegnum. En já, hvað ætlaði að gera meira? Já. Ég ætla að fá englanúmer hérna fyrir okkur. Fyrir punkt 3. Þið fá 52, getur verið eitthvað 52. Getur eitthvað verið eitthvað samt við 2. maí eða 5. febrúar. Getur líka eitthvað verið 25 hérna. Allavega englanúmer eitthvað 52. Allavega á næstunni sko, næstu 6 mánuðina var ég ekki búin að segja að hlutirnir fara miklu betur heldur en þið byggust við. Peysan. Það er bara að vera svolítið þolinmóð með eitthvað. Svo bladra hérna líka. Þegar ég sá svona nýja hlið og það var líka að tala um nýja byrjun og þeir eru kannski að fara gegn nýtt hlið líka. Eitthvað samt hlið. Nýtt portal. Já, nýtt gate. Já, hlutinni eru að fara að breytast. Svona öðruvísi og svona sagan hjá ykkur 2006 var svolítið allt öðruvísi. Það er bara að vera eitthvað svolítið þolinmæði. Þetta er að koma inn. Gratitude. Það er bara, eitthvað blessun er bara að koma inn sko, og þið getið bara vera svolítið þakklátt bara svona fyrirfram. Þið segja það.
og þakklátt fyrir það sem þið eru í dag. En ég ætla að fá meira hérna fyrir bunka 3. Tvöspil. Já, ég finn að það eins og sé eitthvað svona svefnur. Það getur verið svefnur eitthvað frá past eða eitthvað. Og það er eitthvað svona, já, reynir svona eitthvað sem vill gera meira action og eitthvað svona. Það kannski, ef það svona eitthvað nýtt að koma inn, þá það svona verður svolítið mikið svona passion og svona action í gangi. Þú ert líka að mastera eitthvað nám eða eitthvað samt við vinnu. Það getur verið ný vinna eða námskeið eða eitthvað svona mastera, eitthvað sem gengur upp, svona klárar eitthvað. En það hrópar á mig stertið, það var bara ný byrjun á okkur. Við erum komin á stað, komin á ról. Já, það er númer 11. Eitthvað samt við tónlist, gítar og getur verið, já, það er svo mikið jafnvægi og þið sjá yin yang. Það er bara, hlutirnir svona, að koma til ykkar að þið eru í jafnvægi og þið getið svona að vera bara að spila gítar eða eitthvað. Nei. Ég var bara eitthvað að bylla eitthvað. Það gæti verið það bara að segja svona eitthvað plan með tónleika eða eitthvað, þetta er eitthvað sem við svoleiðis. Eða eitthvað skemmtun. Gæti kannski eitthvað verið í tónlistanum en kannski eða læra eitthvað hljóðfæri eða eitthvað. Sjá hvað meira fyrir bunka 3. Eitthvað sendu við kannski gróðurskála líka hjá okkur. Það getur verið eitthvað sem mikið af svona gróðri, trjám eða eitthvað. Þetta að sé kannski að fara á eitthvað svona staði kannski, hvað sem já, var ég búin að segja, já. Já, það kemur svo margt í hausnum mér hérna. En það er allavega næstunni verður eitthvað svona plana með yfirleitt. Og það getur verið svona kannski eitthvað plan eftir 3 mánuði eftir. Sem annarkvort er að fara eða þá 36 mánuði eða þá að þetta kemur óvænt upp á kannski. En já, ég ætla hvað er meira fyrir bunka 3, kannski að sjá hér að vita frá
beings, englunum og hvaða blessun að koma inn fyrir pæl 3 og það tekur á lovers, Ace of Swords, já, Ace of Wands og Ace of Cups hérna líka. Á næstunni, ef það ekkert verið að gerast í ykkar ástarlífi þá er eitthvað alveg brennu og koma inn, sko. Gæti líka verið, ef þið hafið þekkst það, sko. En það er allan að Ace of Swords, Ace of Wands og Ace of Cups sem eru 3 ásar. Og það er bara, það sem þú ert að manifesta inn bara er nýtt samband. Hún er komin eftir, gæti verið eftir eitthvað break eða þá bara alveg nýtt. Það er svona nýtt byrjun og öllu, sko. Já, eftir, það hefur verið svona eitthvað svona 3 mánuði kannski, eitthvað erfitt tímabil. Ekkert að vera. Já, ykkur gæti verið, ykkur hafa verið eitthvað svona missir líka. En því þetta á ekki við alla, sko. Hvað er pæl 3 að manifesta inn? Ykkur getur líka verið kaupa á nýjum bíl ef það er ekki komið. Eða getur verið eitthvað samti við, já, kannski móthjól. Það getur verið eitthvað á því. En það er allan að eitthvað, kannski hafa verið að díla við eitthvað eins og runner eða eitthvað. Það er naut með á steingit einna. Það er tvíburi, já, hrútuljónabóðamaður. Það er eiginlega bara öll stjörnumerki hérna. Það er eitthvað svona framtíðarplön og það er, mér finnst eins og þetta er eitthvað sé svona eins og út í heim. Gæti verið flutningur kannski út líka í einhverjum. Eða þá bara eitthvað samt við ferðast eitthvað. Það er svona, þetta er svona eitthvað spá að spekulera. Kannski vill þessi manneskja bjóða þér út, kannski. Gera eitthvað meira með þér eða eitthvað leið, sko. Og ég sé þetta líka getur verið að ferðast eitthvað svona með bíl. Þetta er þannig bíl eitthvað neginn. Eins og rúta. Gætu þau þurfa að fara kannski með lest eða eitthvað fleiri, sko. En þetta er svona sem er að vera að spá og spekulera.
Hvað meira fyrir bunga 3. Getur verið ykkur ljónsmerkinu líka. En já, það sem þið byggust ekki við að hlutin er að koma inn. Og það líka svona, það hefur verið sko eins og verið kippt undan einhver fótunum með kannski peningahliðina sko. En svo er það eftir að verða mikið betra heldur að byggust við og svoleiðis. Og þeir eru kannski búin að vera að ná einhverju svona markmiði og þurft svona og eru næstum búin að gefast upp sko, en svo er það eftir að ganga betur heldur en byggust við. Það er eitthvað líka samt við hálsmenn líka. Getur verið þið fá að gjöf eitthvað hálsmenn eða þá að það er eitthvað táknrænt með eitthvað hálsmenn eða úr. Það er allan eitthvað sem vil gefa ykkur eitthvað svoleiðis. Það er eitthvað með tattoo á hundi. Það er margir. En já, það er allavega góða breytingar framundan og það er óvæntur peningur og það er einhver sem vil koma inn líka aftur. Það er eins og þeir eru svo nýbúin að losa ykkur úr eitthvað svona heartbreak eða eitthvað svona missir sem að þið gerðu ykkur vonur og gekk ekki eftir og þetta gæti líka verið eitthvað af missir af svona eitthvað varðandi fjölskyldu eða eitthvað svoleiðis sko. Já, eins og það hefur verið tekið af ykkur eitthvað. Ég ætla að fá stöpum ekki hérna fyrir Taiwan. Það er eitthvað sem við dreka líka. Og eitthvað kannski mikið að borða appelsínur, mandarínur. Kannski nýbúin að borða. Nei. Það er ekki ávast. Ég segi þetta vaspera. Bógin. Þetta er 5. Sportdrykki, krabbi. Mei og krabbi. Svo eitt yfirbót. Svipri og búamaður. Það er mikið einnendan líka. Það getur verið nýbyrjun. Það er svona nýtt öllu eitthvað og það er eitthvað svona ný samskipti líka komin. Já, rosa mikið samskipti. Getur þið að segja að vinna við eitthvað svona sambandi við það að þurfa að tala og tjá ykkur eða eitthvað, veit ekki. Og svo finnst mér líka eins og eitthvað sem vill opna sig hérna, og þegar ég bara vona því. En allavega, þið eru með surprise og abundance sem kemur til ykkar. Þetta láta þetta. Bye.